gæti bara verið bakgrunnurinn. Já, komið sæl og verið velkomin á þennan aukafund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Þetta fundur númer 51. Fundin haldinn hérna í Seglu, nýja stjórnsýsluhúsinu á Laugum. Og mættir eru Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Anna Bragadóttir í fjarveru Halldórs Þorláks Sigurðarsonar, Arnór Benónísson, Knútur Emil Jónasson, Jóna Björk Hlaðversdóttir, Haraldur Bóasson, Eyþór Kári Ingólfsson og Gerður Sigtvísdóttir. Og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna sveitastjóri og Margrét Hólm sviðsstjóri. Á dagskrá eru einhverjar athugasemdir við fundarboð. Svo ekki. Og á dagskráni í dag eru 5 liðir og við göngum þá til dagskrár og það er fyrsti dagskrárliður er skipan í undirkjörstjórnir. En í 17. grein kosningalaga númer 112/2021 segir í annarri málsgrein: í sveitafélagi sem skiptir í kjördeildir skal sveitarstjórn kjósa jafnmargar undirkjörstjórnir og fjöldi kjördeilda er. Þar sem kjördeildir eru fleiri en ein á sama kjörstaði getur sveitarstjórn jafnframt kosið hverfiskjörstjórn til að hafa umsjón með kosningastarfi á kjörstaðnum í umboði yfirkjörstjórnar sveitafélags. Í sveitafélagi sem er ekki skipt í kjördeildir gegnir kjörstjórn störfum yfir og undir kjörstjórna. Í 3. málsgrein sömu laga segir enn fremur: hver yfirkjörstjórn skal skipuð 3 mönnum og jafnmörgum til vara. Hver undirkjörstjórn og hverfiskjörstjórn skal skipuð 3 mönnum og nægilegum fjölda varamanna. Kjörstjórnarmenn skulu eiga kosningarétt í sveitafélaginu. Kjörstjórnir kjósa sér oddvita og skipta að öðru leyti með sér verkum. Sveitarstjórn ákvað á 50. fundi sínum 24. október síðastliðnum að í sveitafélaginu skyldu vera 2 kjördeildir í Skjólbrekku og í Ljósvetningabúð. Því þarf nú að skipa undir kjörstjórnir í þeim kjördeildum. Og oddviti gerir það að tillögu sinni að undir kjörstjórnir verði skipaðar með sama hætti og var gert fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022, en þær voru skipaðar þessum aðilum. Í Mývatnssveit voru aðalmenn Edda Stefánsdóttir, Friðrik Lange og Elín Steingrímsdóttir og varamenn Hrafnhildur Geirsdóttir, Þorlákur Páll Jónsson og Agla Rögnvaldsdóttir. Í Þingeyjarsveit voru aðalmenn Gísli Sigurðsson, Steinn Jóhann Jónsson og Ólína Arnkelsdóttir og sem varamenn Mjöll Matthíasdóttir, Hávar Örn Sigtryggsson og Katla Valdís Ólafsdóttir. Og þeir sem geta samþykkt þessa tilnefningu í undirkjörstjórnir í sveitafélaginu, eða vill einhver taka til máls? Nei. Og þeir sem geta samþykkt þessa skipan er sérlega skefið merki. Og þetta er samþykkt og við vonumst til þess að þetta góða fólk bregðist við tilnefningu í undirkjörstjórnir vegna alþingiskosninganna 30. nóvember næstkomandi. Nú annar dagskrárliður var það líka alþingiskosningar 2024 og á fundi sveitarstjórnar 24. október síðastliðnum var ákveðið að kjörstaðir í sveitafélaginu yrðu 2, Skjólbrekka og Ljósvetningabúð. Nú liggur fyrir að Skjólbrekka er upptekinn, eða þess að er bókuð á kjördegi og því liggur fyrir sveitarstjórn í dag að taka ákvörðun við nýjan kjörstað í Mývatnssveit. Fyrir fundinu liggur tillaga að Gígur á Skútustöðum verði nýr kjörstaður í sveitafélaginu og komi þá í stað Skjólbrekku. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður til hljóðs og þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæða að þeir sem að geta samþykkt að nýr kjörstaður í Þingeyjarsveit verði Gígur á Skútustöðum vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Nei, ég sá hljóð. Og nú ég biðst afsökunar. Mér láðist að horfa nægilega vel í kringum mig og Haraldur Bóasson situr hjá. Ég líka. Og Eyþór Kári. En að öðru leyti tillagan samþykkt með 7 atkvæðum.
Þriðji dagskrárliður, hann varðar alþingiskosningar 2024, skipan kjörstjóra við utan kjörfundar atkvæðagreiðslu. En á 30. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað. Byggðarráð samþykkir að óska eftir því sýslumann að skipa kjörstjóra í húsnæði sveitarfélagsins í Mývatnssveit og á Laugum. Jafnframt óskinni vísað til staðfestingar í sveitarstjórn til samræmis við 69. greinar kosningalaga nr. 112/2021. Og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Og svo ekki. Og þeir sem geta staðfest og samþykkt þessa bókun byggðarráðs viðsemjast skeiðum ekki. Hún samþykkt samhljóða. Fjórði dagskrárliður varðar umsagnarbeiðni vegna tækifæris leyfis tónkvíslarinnar sem haldin var á Laugum síðastliðið laugardagskvöld, og þess skal getið að sveitarstjórn samþykktir eða gerir ekki athugasemd við veitingu tækifæris leyfis, og það var samþykkt í tölvupóstum á milli sveitarstjórnarmanna á föstudaginn, enda barst þessi umsagnarbeiðni okkur bara á föstudaginn. En það liggur hér fyrir að staðfesta með formlegum hætti að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við útgáfu leyfisins. Orðið laust. Það enginn sem að tekur til máls, og þá byrja þá sem að geta samþykkt eða að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við útgáfu leyfisins að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 5. og síðasti liður í dag fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar kjörskrá vegna alþingiskosninga 30. nóvember 2024, og hún hér með lagð fram. Einhver sem að vill taka til máls? Svo ekki. Og þá þessum 5 dagskrárliðum lokið og hafa verið afgreiddir, og klukkan 11:39 og ég segi fundi slitið.